My name is Bergþóra Snæbjörnsdóttir and I'm going to read from this book, Svínshöfuð. Svínshöfuð vaknaði kófsveittur og skjálfandi með nafn stráksins á vörunum, flæktur í sængina sem var rennandi blaut. Hafði hann pissað undir, hann þreifaði á lakinu undir sér, klofinu á nærbuxunum. Allt var blautt, blautt, blautt. Helvítis djöfull hafði hann migið á sig. Hann gat ekki verið viss. Núorðið var sama ammoníaklyktin af öllum vessum. Það var eitthvað sem loddi við hann allan. Einhver tilfinning. Hann var ískaldur, hann var fullur af myrkri. Myrkrið rann kalt fram í fingurgómana. Hann tútnaði og bólnaði undan myrkrinu eins og gúmmíhanski undir vatnskrana. Hann var ískaldur og bólginn. Hann reyndi að reisa sig við í röku rúminu. Hann varð að komast í sturtu, hvar var stafurinn hans? Hann brann að innan, meira en vanalega. Hvaðan kom þessi súri, svarti bruni? Hann var farinn að endurtaka hluti. Hann endurtók með sjálfum sér. Hvað ætlaði ég að segja? Hvað ætlaði ég að segja? Svo rifjaðist það upp fyrir honum. Strákurinn átti afmæli. Enn eitt árið hafði mjakast seigfljótandi áfram. Með hverju árinu varð minna og minna eftir af stráknum. Áður fyrr hafði afmæli stráksins farið óendanlega í taugarnar á Svínshöfði. Hann þoldi ekki lætin í öskrandi krökkunum, kökumylstuna sem rigndi yfir allt, hvernig strákurinn tætti gjafapappírinn utan af gjöfunum svo það var ekki nokkur leið að endurnýta pappírinn. Krakkarnir rákust í kóklösin svo þau féllu á hliðina. Gosi lag niður á gólf og myndaði svarta klístraða polla allt hús. Í margar vikur eftir small í inniskónum hans í hverju spori. Klikk, klikk, klikk. Hann klemmdi ósjálfrátt aftur augun þegar hann mundi eftir einu afmæli. Þegar hann reyndi að fá strákinn til að bjóða gestunum að gera svo vel að fá sér. Hvernig strákurinn hefði bara gónt þegjandi niður á borðið. Hversu pirraður hann hafði orðið. Kannski hafði hann hrist mjóar axlirnar aðeins til. Að minnstakosti fór strákurinn að grenja fyrir fram að bekkjarfélaga sína. Hvað hann gæfi ekki í dag fyrir að fylla húsið af öskrandi börnum, sjá strákinn sitja við borðsendan, vandræðalegan og niðurlútan á meðan krakkarnir ýlruðu falskan afmælissöng. Mæta aftur augum Maríu þegar hún kveikti á afmæliskertinu. Nú var það hann einn sem sá að halda upp á afmæli stráksins. Kaupa köku, kveikja á kertum. Það var engin annar eftir. Honum var óglatt á meðan hann tróð í sig afmæliskökunni, bita fyrir bita undir svörtum starandi augum stráksins. Hvernig gat það valdið öðru en viðbjóði að fagna fæðingu þess sem neitar að lifa og neitar að deyja. En honum fannst hann ekki eiga annar kost á völ. Honum hafði mistekist. Hann yrði að reyna að bæta fyrir það með einhverju móti. Svínshöfuð var vanur að kalla hlutina sínu rétta nafni. Strákurinn var grænmeti. Starfsfólki talaði langvarandi meðvitundarleysi, lágmarksmeðvitund, kóma eða dá. Heilaritið sýndi víst einhverja örlitla virkni. Strákurinn opnaði og lokaði augunum, umlaði stundum eitthvað óskilinlegt. Það er ólíklegt að virknin verði meiri úr þessu, sögðu sérfræðingarnir. Virknin, muldraði Svínshöfuð með sjálfum sér. Strákurinn brást ekki við áreiti, satt ekki uppréttur án stuðnings, endurtók aldrei sama umlið, þó svo að gljáandi augun væri opin, var enginn við. Vonin var samt alltaf til staðar, gerði illt verra. Fyrstu dagana eftir atvikið með strákinn var eins og náttúruhamfarir hefði átt sér stað, eins og ofsafenginn stormur hefði gengið yfir bæjarfélagið og rifið í sundur hvert einasta hús. Þögn lagðist yfir þorpið, sama óbærilega nagandi þögnin og Svínshöfuð mundi eftir úr eyjunni þar sem hann ólst upp, dagana áður en þau fluttu í land. Og eftir þögninni kom móðursýkin. Hann sá fólk bresta í grát út á götu, bókasafninu var lokað, það var haldin minningarathöfn í kirkjunni. Svínshöfuð fór ekki sjálfur, en frétti að það hefði þurft að sprauta 2 niður með róandi lyfi í æð. Þegar mesta móðursýkin var yfirstaðin fór lágværkliðurinn aftur af stað, glamrið í skoltunum og kjaftatífunum í bænum. Það var nóg af þeim.
Hann heyrði óminn af muldrinu, en leið og hann birtist, hvort sem hann var í apótekinu, bankanum eða búðinni, hætti fólk að tala. Það heilsaði stuttlega og sneri sér svo vandræðalega undan eða fór að tala allt of hátt eitthvað hversdagslegt. Það var eitthvað mikið að þessum strák, það var allatíð augljóst, sagði fólk í lágum hljóðum þegar sýnshöfuðið var aftur horfin úr augsýn. Það skipti ekki máli þótt þessir krakkar hefðu verið löngu flutt í burtu, þau voru innfædd. Ef maður fæðist í smáþorpi á landsbyggðinni, þorpið eins og fæðingarblettur sem vex alltaf aftur og aftur. Ræturnar eru djúpar og ná langt undir húðina. Þær aldrei hægt að brenna fyllilega burt.